Góðan daginn, ég heiti Óskar Örn Sigtryggsson og verkefni mitt var stýring á örvirkjun. Virkjunin sem ég er að gera stýringu fyrir er heimavirkjun heima hjá mér á Þormóðsstöðum í Sölvadal sem er hérna inn í Eyjafirðinum. Þessi virkjun er með Pelton-turbínu og var uppsett árið 2000 vegna þess að það er lítið vatn en mikil fallhæð, eða sirka 110 metra áætluð fallhæð, en þrýstingur hefur alveg farið upp í 11,25 bara þrýsting. Hins vegar er heildarlengd rössins miklu lengri vegna þess að hún fer líka 500 metra frá virkjuninni, þannig að það er töluverð falltöp á leiðinni sem aukast með rennsli og þá framleiðslu. Og hérna er lengdin á rörinu hér og þetta hérna er skurðarleiðin sem fer þá ofan í lóni hér. Rafalinn getur framleitt alltaf 25 kVA en við höfum bara náð 14 kW einu sinni, en venjuleg framleiðsla er þegar hæst stendur 6 kW og minnst 1,5 til 2 kW. Tilgangurinn með þessu verkefni er að geta stýrt aflframleiðslu. Venjulega í virkjunum með Pelton-turbínu er dumpload og bunuskeri nóg stýring fyrir virkjunina, en vegna þess að það er svo lítið vatn og miðlunarlónið er allt of lítið, þá höfum við verið að lenda í því að loft komist í fallpípu sem minnkar framleiðslu vegna þrýstingstaps. Og eina leiðin til að losna við það er að stoppa alveg framleiðslu á rafmagni, sem er erfitt þegar þetta er eina rafmagni sem við höfum heima hjá okkur. Ég ákvað að teikna inntakið af virkjuninni í SketchUp og er það forritið sem ég nota þegar ég 3D-prenta heima. Og hérna sjáum við vatnið kemur inn hér frá lóninu og fer þá hérna og hérna og hérna inn á turbínuna. Og það á að vera þrýstingsmælir hér og þetta er stilliskrúan sem mótorinn frá stýringunni kemur á. Stýringin. Ég byrjaði að gera stýringuna á Raspberry Pi sem hefur þann kost að hún er öflug, en hún bilaði og hætti hún að lesa SD-kortið í henni þannig allt sem ég hefði gert þangað til tapaðist. Eftir það var pæling að gera þetta á hefðbundinni iðtölvu, en mér fannst það ekki spennandi vegna þess að mér langaði að bæta mig í kóðun. Þannig ég ákvað að prófa að gera þetta á Arduino Uno Wi-Fi sem er svona þessi tölva. Þessi tölva hefur þann ókost að hún er eiginlega ekki með nógu öfluga útganga, en hún hefur þann kost að vera einfaldari vegna þess að hún er ekki með stýrikerfi. Hún fær bara kóðan frá PC-tölvu og rennar þann kóða bara, á meðan Raspberry Pi tölvan hefur sitt eigið stýrikerfi og þarf að forrita allt í gegnum konsólu á henni. Stýringi virkar þannig að hún fær merki frá takka sem tengdur er á bunuskera, og bunuskeri er flathjálmsbútur soðinn á öxul hér og hann lyftist svona upp og sker þá bununa. Þrýstingsmælir sem eins og ég sagði áðan kemur hér, riðmælir, aflmælir og stillanlegu viðnami. Og hann byrjar á að horfa á hvort bunuskerin sé að skera bununa, og ef hún er að gera það, lokar stýringin fyrir. Hins vegar, ef svo er ekki, þá skoðar hún hvort þrýstingur sé nægilegur, og ef hann er ekki nægilegur, þá skrúar hún fyrir vatnið. Því næst skoðar hún riðin og lagar þá opnun inntaks eftir því hvort rið sé of há eða of lág. Að lokum skoðar hún aflmælingu og ber það saman við merkið frá stillanlega viðnáminu og er það notað til að stilla óskyldi aflframleiðslu. Þessi stýringin hefur þessa forgangsröðun, þannig að ef bunuskerin fer í gang, þá skoðar hún ekki einu sinni restina og svo framvegis. Þannig að það er bara hægt að stilla aflframleiðslu ef þrýstingur og rið eru góð. Já, spurningar? Já, bara takk fyrir mig.